Komið sæl. Að þessu sinni það sögnin to do. Þetta ensk málfræði með ödda. Í stuttu máli má segja að sögnin to do í langflestum tilfellum hjálparsögn. En þegar hún stendur ein í setningu þýðir hún í rauninni að gera. Hún eins og áður sagði oftast notuð sem hjálparsögn með öðru sagnorði sem þá aðalsögnin. Til dæmis í spurningum og í neitunarsetningum og þá notum við do og orðið not sem myndi þýðast sem ekki á íslensku. Þegar hjálparsögnin do, does eða did, en þetta þær þrjár myndir sem þessi sögn kemur í, þegar hún notuð á aðalsögnin að vera í nafnhætti. Við skulum skoða nokkur dæmi. Hér sjáum við hana í merkingunni að gera, I do the dishes every night, sem að beinþýðing væri ég geri diskana á hverju kvöldi en að sjálfsögðu þýðir þetta að vaska upp. Í spurningu notum við hana fremst, does he know about the cave, og þá kemur orðsögnin does líka í svarinu, yes he does. Í neitunarsetningum þar sem við notum orðið not með, she didn't think I saw her, eða þá didn't stytting á did not. Það sem að kannski gerir þessa sögn svolítið snúna að það voðalega erfitt að þýða hana beint yfir í íslensku. Þannig að rétt notkun á henni getur verið pínusnúin en að sjálfsögðu stór skemmtilegum leið. Eins og svo oft áður þá fáum við the bottom line, sem nú stutt að þessu sinni. Do, does eða did oftast notað sem hjálparsögn í spurningum og í neitunarsetningum ásamt orðinu not. Þegar hún hjálparsögn kemur aðalsögnin í nafnhætti. Síðan hérna nýr liður, fun fact, sem nú ekkert sérstaklega fun, ég skal viðurkenna það, en did eina mynd sagnarinnar í þátíð. Það að segja, þegar þú setur do í þátíð, þá skiptir engu máli í hvaða persónu þú ert að nota hana, þá myndin bara ein sem did. En það að sjálfsögðu tvær í nútíð, do og does. Stutt að þessu sinni, en ótrúlega gaman að vera með ykkur. Þangað til næst.